9. liður sem erindi frá Fitjamönnum frá 1. desember 2013 sem umsókn byggingarlóð í Grashaga í Jökultungum ásamt fylgiskjölum. Orðið laust. Þessu umsókn, Torfi. Já, mér finnst þetta vera fagnaðarefni að það séu aðilar sem að vilja byggja frekar inn á hálendi hjá okkur. Og þetta eru aðilar sem eru búin að byggja myndarlegu upp inn á Hungurfitjum og vilja byggja frekar upp til þess að nýta það hús betur og geta komið á kröftugri ferðaþjónustu á þessu svæði og sem mér finnst vera mjög mikið fagnaðarefni og ég hefði viljað leggja það til að það er tekið jákvætt í þessa umsókn og henni vísa til vinnu við rammaskipulag Suðurhálendisins. Mér finnst vera mikið atriði að reyna að koma á uppbyggingu þar sem að menn vilja vera og heldur en að úthluta lóðum þar sem að menn vilja ekki vera og ekki eftirspurn eftir og þar sem að þessir aðilar eru fyrst og fremst að hugsa held ég nýting á heitu vatni sem er á svæðinu. En mér finnst vera þessari starfsemi til mikilla framdráttar og veit raunar að þessi uppbygging snýst fyrst á þessum stað snýst fyrst og fremst það að þarna er heitt vatn og ef það væri einhver lifandis leið að liðka til fyrir þessu erindi að þá hefði ég viljað styðja við það. Takk. Fleiri sem vilja þessi ljós. Steindór Gjörsson. Þetta er bara alveg jákvætt að byggja upp hana. Mér finnst alltaf bara þegar svona kemur að það sé það stendur alltaf svolítið í mér að úthluta þessu bara svona beint þegar það hefur ekki legið kannski fyrir hingað til að væri þarna stæði til að vera með skála þarna eða svæði. Það kom svo sem fram líka áðan í formanni skipulagsnefndar að þetta svona það finnst nú einhver ylur þarna innar vatn víðar en þarna en minnst að svona þurfi nú að sjá hvernig skipulagið verður og maður kannski sé ekki alveg hægt að láta þær á það og einhver sækjum lóð að aðlaga skipulagið beint að því heldur að ákveða hvernig á að skálasvæði þarna eða ákveða hvernig ásvæðið að vera. Þetta er svona álíka bara eitthvað sækjum lóð hérna í þéttbýlinu þeim ekki búið að deiliskipuleggja sem íbúðalóður og við ætlum að úthluta honum því bara beint. Mér finnst alltaf að þurfum fleiri þá að hafa kost á að koma að svæði sem þá búið að skipuleggja. Því þetta er kannski eitthvað sem einhverjir fleiri hefðu áhuga á en ég tek undir það að byggja þetta virkilega myndarlega og vel upp þarna þetta húsinu í Hungurfit og það er bara það og alltaf mikil sóma að koma að því. Það stendur svolítið í mér að þetta er ekki skipulagt svona núna. Það þurfa að skoða það betur. Nú hafa ekki fleiri rétt upp hendi til að biðja orðið þannig að ég ætla að leyfa mér að gefa sjálfum mér orðið örstutt. Þetta er alltaf spurningum hvert á að koma undan eggið að hæna. Og fram að þessu þá höfum við verið nokkuð ákveðin í því að byggingarleyfi hvar sem innan marka sveitarfélagsins séu aðeins gefin út á svæði þar sem að skipulögð hefur verið lóð. Það geta allir hent á einhverja mögulega bletti sem að þeim langar til að byggja. En við höfum viðhaft á reglu hér og ég held bara nokkuð undantekningalítið langt árabil að lóðum ekki úthlutað nema að þær hafi verið skipulagðar, auglýstar
og öllum staði til boða að sækja viðkomandi lóð. Það á bæði við inn á hálendinu og í byggð að það er ýmsir fallegir ýmsir reitir með vatnsaflsbrettum, volgurum og fleiru sem að bæði ég og fleiri getur látið okkur detta í huga að vera gaman að byggja. Þegar það er einhver bústað eða sælureit og eða bara skála til að fagna með vinum og vandamönnum. Þetta er, ég tek undir það er fagnaðarefni, fólk vill byggja. Það tek ég undir, heilsugur. En það þarf að vera svona skipulag. Og við erum búin að vera að rembast við sveitt og móð að vinna í skipulagsmálum, aðalskipulagi, við höfum gert aðilum að deiliskipuleggja, meðal annars flytja mönnum í hungurflytt, þar sem að var reitur á aðalskipulagi fyrir fjallaskála. Og þess vegna get ég ekki á þessari stundu tekið undir það að það er bara að veita byggingarleyfi þarna. Eða byggingarlóð. Við getum reyndar ekki veitt byggingarlóð, það er bara forsætisráðuneyti sem getur veitt það. Það svæði. Þannig að erindinu er sjálfkrafa allavega vísað í þann farveg að þeir þurfa þá að sækja það á réttum stað að fá lóðina. Og í öðru lagi þá vil ég beina þessu til okkar ágætu aðila þarna sem eru alls góð smaklegir, hafa staðið vel að sínum málum í einu og öllu, að þeir byrja á byrjuninni og fari fram á þá breyting á aðalskipulagi og að þarna verði þá gert deiliskipulag í framhaldi, að þetta gerist í réttri röð, þetta gerist þannig fyrir opnum tjöldum og að allir eigi möguleika á að koma þá sínu að eða sínum óskum. Það er örstutt síðan í rauninni sem að síðan að við vísuðum aðila sem að hafði séð fallega reiti sem hún datt í huga að byggja á það að byrja á því að fara eðlilega boðli. Það á ekki annað að gilda þetta. Ekki þar fyrir að erindið í sjálfu sér það er ágætt að menn vilja byggja og svo framvegis, en þetta þarf að fara rétta leið. En ég vildi leggja það inn í umræðuna. Steindór Kjörsal. Bara ítreka það, ég er algjörlega sammála oddvitaði þessu og maður ekki ruglaði saman en það er eitthvað á móti þessu, en þetta er einmitt þetta ekki þá hænuna finnst mér sko. Það hefur verið sóttum svona inn í Ásagust og víðar inn á Holta áriðtíðina. Það þarf að vera í réttri röð. Tek undir hvert orð. Oddvitað með það. Fleiri sem vilja hljóða sér ljós? Torfinn Kjörsson. Já, ég get bara tekið undir allt sem hefur verið sagt sagt í þessu sambandi, en það lagði ég það ekki til að við myndum úthluta lóðinni. Það var mikið langt í frá. Ég lagði það að taka jákvætt í erindi og vísa umsókninni til vinnu við og afgreiðslu við rammaskipulag Suðurhálendisins og væntanlega síðan áframhaldandi vinnu til þess sem eðlilegt er. Ég held að þessi umsókn sé akkúrat á hárréttum stað því að það er sveitarstjórn Rangárþings ytra sem fer með skipulagsvaldið á þessu svæði og lóð verður ekki úthlutað nema við vinnum þá þannig að málinu að það sé hægt að úthluta þennan lóðum, og ég tek bara heilsuhugar undir það að það á ekki að úthluta þeim einhvers staðar lóð þar sem aðrir fá ekki að vera, sjálfsögð ekki. Það þarf auðvitað að hafa bara lóða frambóð þarna þannig að það komi sem flestir að, og auðvitað þegar við erum búin að því að þá á að auglýsa bara eftir lóðum
eða koma því á framfæri það líki fyrir. Það ekki búið að ganga í gegnum tíðina allavega úthlutunar á lóðum þarna og mér í fersku minni til dæmis þegar að Ferðafélag Íslands úthlutaði sjálfur sér lóð við Álftavatn og brunaði inn úr með húsið og þeir komust upp með það að gera þetta með þessum hætti og ég vona nú að það sé í síðasta skipti sem að menn hafa þann háttinn á og að mönnum verði liðið að hafa þann háttinn á. Ég tek bara heilsugur undir það en ég held að við sem að förum með skipulagsvaldið þarna innfrá eigum vel að geta tekið jákvætt í þetta og reyna að vinna þannig að málinu að það verði mögulegt úthlutaði lóð þarna á þessu svæði eða einhver á þessu svæði og við förum bara í markvissa vinnu í því að reyna að gera því kleift og reyndar ef ég lengi haft á skoðun að því meira sem verður byggt upp þarna innfrá því betra, það hefur verið mjög lítil eftirspurn eftir þessu því miður og öryggisins vegna fyrir þeirra sem eru að ferðast þetta svæði þá þetta mikil svirði nákvæmlega eins og að við ætlum að fara að úthluta væntanlega leyfi fyrir virkjun öryggisins vegna við Laugaveg sem mér finnst bara að vera frábært og við höfum að reyna að öryggi þarna með því að hafa húsið þar sem heitt vatn að þá skapast tækifæri til þess sem ekki nokkru einasta húsi þarna öðru innfrá nema kannski inn í Reykjadölum að það hægt að hafa þetta heilsárshús vegna þess að það þarna heitt vatn sem bara ákaflega mikil svirði og ég bara hvet ykkur eindregið til þess að skoða þessa umsókn með jákvæðum hætti en ég tek líka undir það við getum ekki úthluta lóðin núna er langur vegur til þess en við höfum valdið til þess að liðka til fyrir þessu ef áhugur fyrir hendi ég sannarlega hef hann. Það með tillögunum að vísa til vinnu við gerð rammaskipulags sú vinna er nánast að baki. Já, vinnu og afgreiðslu. Það eru aðra sveitarstjórnir eru búnar eða að afgreiða rammaskipulagið í dag. Þannig að það er svona spurning hvort að það megi taka jákvætt í erindið en vísa því til endurskoðunar og aðalskipulagi. Guðfinna Gjörsson. Já, ég mér finnst nú alltaf svona gott ef að sveitarstjórn virði nú svolítið fagnefndin okkar eða nefndirnar sem eru eins og samgöngu, hálendis og umhverfisnefnd hún tekur þetta náttúrulega fyrir í hún með þannig umsögn að hún sér sér ekki fært að veita, ég tek það fram að þetta auðvitað frábært að fólk skuli vilja byggja á hálendinu, það ekki það. En fagnefndin okkar, hún allavega getur ekki gefið þessu jákvæða umsögn af því að það er ekki gert ráð fyrir þessu, eða það er ekki búið að afgreiða þetta rammaskipulag Suðurhálendisins, það er ekki búið og við erum ekki búin að því. Og ég held að það sé líka þá ágætt svona vinnuregla að hvað sem við erum að úthluta svona lóðum eða byggingarleyfi það er þá að kynna hálendis eða kynna þetta rammaskipulag fyrst þannig að allir eigi jafna rétt að því að sækja lóðir á þessum stöðum. Nú er þetta nýr staður þarna og við verðum líka að huga að því að jafnræðinu. Það er ekki kannski með fullur virðingu fyrir þeir eru búin að byggja mjög vel upp þessi aðila, þetta snýst ekki það. Þetta snýst bara það að við förum eftir þessum leikreglum sem við höfum viðhaft. Og þetta er skipulag sem ekki búið að samþykkja og það er verið að tala um nýjan stað, skálasvæði eða fjallasel. Og ekki bara rétt fyrst að auglýsa skipulagið og kynna það þannig að þetta sé öllum opið. Það þá erum allir jafnir að sækja þetta eða þessa aðstöðu.
Þannig að ég get svona og tek undir það að þetta er ekki hægt, við getum ekki vísað þessu til vinnuna við rammaskipulagsins að því að hún er búin. Takk, Steindór. Bara örstutt líka ef það svona að vera, það er ekkert vist að sé hægt að vera með einhverja sameiginlega bókun sko eða þetta en það þannig allavega að vera ljós að sveitastjórn getur ekki tekið jákvætt þannig að kannski óþarf að vera það er ekki víst að allur byrjast þetta jákvætt í sveitastjórn, ég hef ekki tekið að þetta. Nei. Það er óvíst sko, þannig að í rauninni getum við frekar vísað erindinu ef það er bara kynnt sér erindi eða Vísar erindinu til skoðunar við endurskoðun á aðalskipulagi. Það er alltaf það. Svo endurskoðun er framundan. Í upphafi hvers kjörtímabils þá þarf sveitarstjórn að taka afstöðu til þess. Mér finnst nú, ef ég má aðeins bæta, mér finnst einmitt að það nefndin eins og kom bara fram á hana, hún hafa verið að vinna mjög vel og mjög flestir þessi sem eru í nefndinni að þekkja þetta, sagði nú mun betur en ég því miður gerði þó ég hef nú farið þarna þá finnst mér svona þurfum við að taka einhvert tillit til álits hennar og þetta er eins og þú veist að þetta er langur vegur frá svo sunnum en þarna væri hægt að kannski taka á þessum hætti. Takk. Margrét Björnsson. Getum við ekki komið því líka til stýrihópsins eða vinnuhópsins rammaskipulagið að þeir skoði þetta fyrir okkur út frá þessu erindi að því nú er þeir að koma þeir með þetta skálasvæðin og allt þetta að því að við erum ekki búin að staðfesta að þeir kannski getur svona hugsanlega eitthvað að skoða þetta í þessu samhengi áður en að við staðfestum það skipulag að vísa við eitthvað þangað líka til hópsins. Vísa erindinu til endurskoðunar aðalskipulagi og jafnframt jafnframt beint til stýrihóps rammaskipulags Suðurhálendis til skoðunar. Já, þú líst vel í það. Það er ekki verið búin að funda. Er það ekki búin að funda? Þeir eru eftir að funda alla vinu sín. Ég sagði það hérna á Ásgeir og Gíslir. Stýrihópurinn á eftir að funda. Torfi Badamann, þessu. Ég veit rétt hvernig. Varst það þú? Ég var að vera ég ætla eiginlega að taka undir þetta við Möggu. Mér finnst að við ættum að hafa þetta svolítið opið því að þú veist það er búið að setja þarna einhvern fjallaskála eða hvað það heitir þarna við Laugafell og þegar ég spurði áðan Gísla af hverju ekki alveg í Grashaga og það var eiginlega ekki svona neitt svar við því þannig að mér finnst endilega við ættum að halda þessu opnar að fá það til að horfa líka á þennan stað. Torfi, Það máttu núna. Það er bara þetta fín umræða og hún er bara nauðsynleg og það getur vel verið að okkur sýnist eitthvað sikkvort í þessu og þá eigum við bara að tala út um það og en mér finnst þetta eigi að fá umræðu og við eigum að taka í þetta með allavega jákvæðum hætti að skoða málið. Ok, ég get alveg fallist á að ganga ekki lengra en ég kvíði því ekkert að við ræðum þetta við nefndina og skiptumst á rökum með henni í þessu að það sé ekki hægt að finna einhvern flöt sem að menn geta verið ásáttir og vissulega ef að það er verið að leggja til í þessu rammaskipulagi eins og er nú einhverjar tilhúgar þarna að færa til skálasvæði þar sem ekki er gert ráð fyrir á aðalskipulagi að sjálfsögðu þarf þá að taka upp aðalskipulagi og aðalega það þessu rammaskipulagi að þá að breyta og það eru hellingsbreytingar þarna inni og við ræddum þetta nú aðeins í skipulagsnefndinni fyrir ekki stuttu síðan og það er bara ýmislegt inni í þessum tillögum eða drögum sem að þeir eru með eða hvað við hefum að kalla það sem orkar tímalis nákvæmlega eins og mörkin á þessu svæði hvort að við hefum að fara inn á eignarlönd
hvað á að breyta vegum og mér finnst þetta vera það mikið mál að mér finnst til dæmis við ekki hafa forsendur til þess að ganga frá þessu skipulagi og samþykja það eða þetta sem liggur fyrir núna hérna. Mér finnst að við höfum frestað því til janúarfundar, einmitt að koma þessu á framfæri. Við eigum að skoða þetta betur og fara yfir þetta þegar við höfum allar forsendur. Mér finnst eðlilegt þegar að þær eru allar klárar að til dæmis skipulagsnefndin okkar ágæta sem við sittum nú sveitarstjórnarfólki í, að það hafi einhverja skoðun á þessu líka áður en við skilum þessu endanlega frá okkur og við eigum að koma okkur skoðunum á framfæri í þessu en ekki að gera þetta í einhverju fljótferðni því að þetta er bara tækifæri og stór mál að hérna gera ýmsar breytingar og langflestar þessar breytingar sem eru í þessu eru til stór bóta og mjög jákvæðar en það eru kannski einhverju örlitlir annmarkar á örlitlir og kannski ekki ef það er nú til dæmis að það er ekki rétt reppamörk þarna að þá auðvitað þurfum að laga það og það er bara ýmislegt í þessu sem ég hefði viljað svona að við færum yfir og myndum bara vanda okkur við þetta þannig að allir gætu verið bara nokkuð sáttir það. Fagna umræðum. Já, ég ætla að geta þess áðan í svona erindum. Ég minn ykkur á að aðili hérna í okkar sveitarfélagi sem hefur margsinnis sótt á það að fá að byggja aðstöðu inn á hálendinu. Alltaf vísað til þess að það sé ekki inn á skipulagi og að fyrsta skrefið sé að koma slíku inn á viðkomandi aðalskipulag sveitarfélags í fyrsta lagi og svo að deiliskipulag. Þannig að við verðum alltaf að muna eftir þessu og jafnræði. Þannig að við er þetta ekki, mér finnst þetta nú vera nokkuð jákvætt að við vísum þessu til endurskoðunar aðalskipulagi og til stýrihópsins. Mér finnst það vera mjög jákvætt. Já, það er jákvætt. Við höfnum þess ekki bara, en það heitir til vinnuhóps og rammaskipulagi, hann heitir stýrihóp. Já, stýrihóp fyrirgefið. Og þá myndi það fara þessa leið. Erum við þá samtak að afgreiða þetta svona núna? Gott.